Jæja, skotnar, velkomin í Gamesýruna. Það miðvikudagskvöld, 17. júní, til hamingju með daginn. Þetta merkilegur dagur í lífi mínu og auðvitað merkilegur dagur í lífi okkar allra Íslendinga, en sérstaklega merkilegur dagur í lífi mínu þar sem að þetta myndi skilgreinast þráttur efasemdir margra sem edrú dagurinn hans Gunnar Stan. Þetta sem sagt dagurinn sem að ég held árlega upp á svokallað edrú afmæli. En í dag eru sem sagt 10 ár síðan að ég, drakk í síðasta skiptið og notaði sem sagt önnur ávana og fíkniefni. Það er sérst 10 ár liðin. Það var ekki skemmtilegu dagur. Ansi, heitt undir manni hérna á heimavellinum þann dag. Þannig að það er sem sagt mikið vatn sem hefur runnið til sjávar síðan og ég hef sem sagt fengið að taka miklum sálrænum breytingum á þessum tíma og það var sem sagt, 17. júní 2016 og rúma ári síðar horfði ég á kvikmyndina The Unacknowledged eftir Dr. Stephen Greer, kannski 2 árum seinna. Og síðan þá hefur ekki verið aftur snúið, allavega hvað varðar þessa UFO þráhyggju mína. Þetta má með sanni segja að sem sagt, þessi málaflokkur í heild sinni og sérstaklega síðustu 4 ár búið að vera einhvern veginn, búið að einkennast af mikilli rannsóknarvinnu og miklum áhuga og jaðrar við þráhyggju hvað varðar UFO-ið en svo verður það að koma fram að á þessum tíma ég líka búin að njóta góðs af vissum 12 spora félagskap sem sagt með tilheyrandi vinnu sem sagt innan þessara 12 spora sem að hafa einhvern veginn gert mér sem svona svolítið sköpuðu grunninn að minni andlegu vakningu og svo þetta annað verkfæri í verkfærakistunni sem ekki má kannski sleppa í þessari jöfnu og það sem sagt psychedelics eða hugveikandi efni og þá í mínu tilfelli sveppur og psilocybin sveppur. Ég get líka talað því að líkaminn náttúrulega hluti af þessu öllu og það þetta ekki bara að komast inn í heilbrigt mataræði og hreyfingu og annað en þetta bara vítamín fæðubótarefni en líka altså kannabis. Og þá ég ekki meina kannabis eins og ég var að nota heldur sem sagt CBD kannabinóðin einna helst og CBD einn af 135 þekktum kannabinóðum í kannabisplöntunni sem að ég hef notað þá kannski lagt mestu áherslu á í minni kannabisnotkun ef svo má segja. CBD bólgueyðandi sem sagt og ekki bara vöðvabólgur og svoleiðis klassist stöf heldur erum við líka að tala bara bólgur í líffærum og í kringum líffæri og annað. Þannig það hefur verið langklaup með hjálp 12 spora samtaka með heilbrigðum lífstíl einhvers konar andlegri tengingu við eitthvað óskilgreindan æðri mátt og psychedelics eða hugvíkandi efni og þá oftast nær bara í smáskömmtun. Svo þetta bara koma nýjir hlutur upp eins og ég lýsti hérna daginn ayahuasca eða DMT sem að hefur haft gríðarlega áhrif á mig og opnað fyrir einhverja nýja víddir og ég ræddi þetta nú aðeins í gær líka við hana Söru Páls vinkonu mína og mér langar kannski svona aðeins hérna í þættunum að koma svona aðeins inn á það því að ég ræddi hérna við hana, hún Jesúkona og hún satt hérna hjá mér. Þetta var klukktíma langur þáttur og
ég tek eftir því í kommentakerfunum að sko þetta virtist fara svolítið fyrir brjóstið á mörgum. Fólk svona fer upp á afturlappirnar og ég sagði það nú bara sjálfur hérna í viðtalinu í gær. Mér finnst svona oft á tíðum að fólk sem hún svona kannski, já, virðist svolítið svona tala eins og þeir séu með, já, bara eitthvað sérstaka einokun á aðgengi inn í Guðs ríkið, og þá í þessu tilfelli í gegnum Jesú, og ég meina, og Sara, vinkona mín, svolítið á þeim nótunum og ég meina, hvað get ég sagt? Ég get auðvitað farið upp á afturlappirnar og fordæmt hana og hérna kalla hana og hennar líkum öllum mögulegum nöfnum og talað þetta sem hrókafullt og svo framvegis, en ég bara ekki þar. Ég ber virðingu fyrir fólki eins og Söru Páls, sem að virðist vera búin að finna sína sannfæringu í sinni trú, þótt að ég sé ekki staddur þar sjálfur, allavega ekki eins og og þegar hún segir mér svona sögur eins og í gærkvöldi, ég meina að Jesú Kristur bara birtist henni ljóslifandi fyrir framan hana, hvað mínum bæðurum séð, þá var það bara hashtag ég trúi henni. Og ég get lofað ykkur því að ef að Jesú Kristur myndi birtast hérna bara ljóslifandi hérna á gólfinu hjá mér, bam, ég myndi eflaust fara sömu leið og vinkona mín Sara Páls hefur sem sagt gert, sem sagt bara inn í trú með biblíun á lofti. En ég með mína biblíu á lofti og það kortlagning á samstarfstilburðum Djúpríkis og kortlagning á UFO málaflokknum síðustu 90 ár. Það UFO 101 og það mín biblía eins og og framhald af þessari biblíu á leiðinni UFO 202 og ég núna að sjá frá hönnuði útlitið á þessari bók og umbrotið og ég get sagt ykkur það að þið getið lyft ykkur að verða svolítið spennt. Þetta náttúrulega bara, hann Siggeir Hafsteinsson mikill frumuður hvað varðar hönnun og umbrot, sérstakur karakter eins og allir snillingar eru, en ég ber mikla virðingu fyrir honum og hans verkum og hann sem sagt að leggja loka hönd á þetta, þannig að þetta sem sagt öllum líkindum að fara í prentun í næstu viku og hún andlegri, heimspekilegri, snýrað trúabröðum og já, svona kannski raun eðli efnisheims og mögulegar tengsla milli efnis og inn í quantum resonance. Það bara þannig að krakkar sýni stillingu í kommentakerum og við þurfum að sýna auðmýkt og umbrælindi og við þurfum að bera virðingu fyrir reynslu fólks. Eins og við sáum þetta í gær, þá var Sara í gær að reyna að frelsa kettlinn og það hætti ekkert bara þar eftir að upptökum lauk, þá settust hún hérna hjá mér alveg beint á móti mér og tók í hendina á mér, aðra hendina með annari hérna, við tengdumst og svo lagði hún hina hendina hérna á brjóstkassan á mér og hún reyndi allt hvað eina hún gat að frelsa kallinn, en annarkvort ég illfrensalegur í það mikilli ánauð eða einfallega hún bara of sein því hann þegar frelsaður og hvað varðar leiðina að sannleikanum, kannski hefur hún rangt fyrir sér, kannski víðara til veggja í ríki andans og leiðirnar inn í Guðs ríki mögulega margar. Hver veit, ég ætla ekki að fullyrða neitt eða koma með neinar alhæfingar eða staðhæfingar. Fyrir mér þetta bara ráðgáta og ég hef gaman að þessu og Sara Páls var ekki að koma hingað í geimsýruna í síðasta skiptið. Ég get lofað ykkur því og ekki bara út af því að mér finnst hún yndisleg og skemmtileg og hef gaman að, heldur líka að ég hef einhverja tilfinningu innan með mér. Það innsæðið mitt segir að við séum að fara á hliðina hvað varðar stýrða eða óstýrða uppljóstrun
og þetta mun skora alla okkar trúarlegu heimsmynd á hólm. Og hvað þurfum við annað á svoleiðis tímum en samtöl við áhrifavalda innan trúa eða trúabragða. Það bara þannig. Við verðum sett á stað þar sem við þurfum að fara að skoða gildin okkar og skoða þetta almenna tengslarof mannsins við Guð. Það svolítið þannig. Herraskutnar, annars bara erum við góð. Það búið að vera 17. júní í dag. Ég búin að vera hérna í kökuheimsóknum hjá góðum vinnum niður á Bergþórugötu. Svo rölti ég bæinn hönd í hönd með minni yndislegu eiginkonu til 28 ára, believe it or not. Segi nú ýmislegt hana, frekar en mig. En við sem sagt erum búin að vera að ganga hérna miðbæinn og hitta fólk og dást að fjölbreytileika mannlífsins hérna í Reykjavík. Herðu, ég kveða sinni, þetta var bara svona stutt innlit til ykkar. Þið ráðu hvort þið followið Gamesýruna eða subscribeið eða hvað þetta allt heitir. Það sem sagt TikTok, UFO Gamesýran eða þvottahúsið, hvet ykkur eindregið ef þið kjósið svo að kíkja líka á þvottahúsið Gamesýran sem sagt á YouTube og svo getið þið líka followað Ketlin sem bráðum 50, believe it or not. Hann sem sagt undir því nafni Gunnar Dan, skýrur því nafni og ég sem sagt á Facebook. Bara þannig. Herruskannar, ég ætla að fara inn og endur horfa á Three Body Problem, eins gott að rifja það dót upp því að það framhald á leiðinni. Þar til næst, elski ykkur út af lífinu og bara áfram Ísland og til hamingju Ísland að vera laus undan ánauð míns eigin alkoholisma. Það nú ekkert smá, já þetta sjálfstæði líka, en já, alltaf vist ósjálfstæði þegar ég geng hérna götur bæjarins eða keyri götur bæjarins strópaður af rugli eins og ég gerði í mörg ár, stór hættulegur öllum mínum meðbræðrum og systrum. Því lokið sem betur fer. Halleluja og amen. Takk fyrir mig.